Hallarhund Lóðadóttir, vertu velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir. Gaman að sjá þig og kynnast til loksins. Ég er búin að heyra mikið um þig. Við höfum aldrei hist, ég var að segja það rétt á hann. Ég man ekki til þess að við hitti en ég var samferða manninu þínum í háskólanum á sínum tíma, Kristján Freyr, alger öðlingur, mikil geimsteinn þar. Sammála því. En ég er búin að heyra ofsalega mikið gott um þig og þú ert að fljúga hátt í raun og veru núna. Þú séðast hástökkvari síðustu skoðanakannunar og ert svona nafni sem að margir að tala um í þessu kapplaupi sem að kosningar til embættis forseta Íslands. Hvernig líður þið með þetta allt saman? Þetta er búið að vera alveg ótrúlega vika. Þetta er í raun og veru 8 dagar frá því að við tilkynnum ákvörðunina. Já. Þannig að búið að vera mikið líf og fjör og verður meira framundan að hefjast núna hringferð landið. Þannig að þetta er mikið samtal og kannski það skemmtilegasta að þú tengist einhvern veginn öllu landinu á nýja vegu, má segja. Þannig að ég er spennt. Og finnur þennan meðbyr sem að mér sýnist ég sjá? Já, við heldur betur og kannski við erum að tala fyrir gildum samvinnu og þáttöku og dálítið að horfa á framtíðina og ég veit að fólk er spennt fyrir framtíðina og móta hana saman. Já, við skulum til að ræða framtíðina hérna eftir en fyrst ætla ég að fara með þig aftur til fortíðar. Já, akkurat. Það spyrja hver Hallarhund hvaðan kemur þú og bara svona hvar elstu upp og hverra manna ertu? Akkurat. Ég er árbængur. Elst upp í Hraunbænum og svo byggja mamma og pappi í Selástum en ég var mjög mikið í sveit fyrir austan fyrir austan Kirkjubæklaustur og bóndabæ þar. Þess vegna tilkynntur frambóðið þar? Já, ég segi það oft, ég lærði einhvern veginn flest að því sem maður kann í sveitinni. Ég veit ekki hvort þú þekkir til, þetta er auðvitað ótrúlega mikil náttúrufegurð fyrir austan og bara mikið í búskap, mörg verk sem það er að vinna og þessi svona gildi samvinnu og þáttöku, það að ganga í hlutina saman, vera að móta hluti og annað, það kemur þaðan. Þannig að mér fannst einhvern veginn engin annar staður komið til greina en að tilkynna þetta þar. Ég skilði, hvernig kemur það til að þú ert mikið í sveit þarna sem stelpa? Í raun og veru mamma og pappi áttu mig þegar voru frekar ung, þau voru að mennta sig, pappi var að keyra steypubíl og mamma rukka fyrir blöðin og mamma fyrir hjúkrunarfræði og pappi er einn af fyrstu einstaklingunum sem fyrir tölvunarfræði. Hugsaður við sittum hérna í stúdíu í dag, þá var þetta allt annar tími. Þannig að þau eru mikið að bara byggja upp sitt líf og mennta sig og annað. Og þannig að ég var heppin að eiga ömmur mínar og afa af, bæði í Reykjavík, byggu hérna bara í næstu blokk í Hraunbænum og síðan fyrir austan. Þannig ég fæ svona ótrúlega ríkt uppeldi líka í gegnum þau og í raun og veru 4 mánaða ári eða eitthvað svoleiðis, bara fyrir austan. Og þetta er auðvitað á þeim tíma sem að búskapur var kannski með fjölbreyttari og með öðrum hætti, miklu fleiri bændur og svona stærra samfélag. Þannig að það var ótrúlega gaman og maður var á kafi í hestum og aftur í alls konar vélavinnu. Ég segi það ofta því ég er auðvitað búin að vera mikið í orkumálum að áhugi á turbínum og öðru, hann kemur alveg lóðbeint úr sveitinni að því maður var svo mikið að smyrja vélar og undirbúa heiskap og allt sem það er að gera. Þannig að, Þetta hefur haft mikil áhrif á þig, þessi sveita mennska. Já, gerði það. En hvernig er hérna í borginni? Ertu að æfa íþróttir með Fylki eða hvernig var það? Já, mjög stuttur ferill. Ég sótti mikið að leikjum. Bróður hans pappa var fyrirliði Fylkis þegar ég er að alast upp. Og þetta er á þeim tíma sem að Árbærinn er þetta ungt hverfi og gríðarlega mikil stemning í kringum Fylki, þetta eins og í flestum öðrum félögum. En ég var meira í stuðningsliðinu. Ég var að æfa dans og í hestunum. En ég segja stundum að ég fer á 1 námskeið, sumarnámskeið, hjá íþróttaskóla Fylkis og fæ verðlaun eða viðurkenningu
fyrir áhuga. Já, Það er eitthvað. Það er lauk þessum ferli. Já, en það er líka kannski ef að maður er öllum stundum í sveitin á sumrin og svona, það kannski gefur lítið pláss fyrir íþróttaæfingar. Takk fyrir að setja þetta upp svona. En, og þá, sem sagt, þegar þú líkur, í hvaða framhaldsskóla fórstu? Herðu, svo fór ég í Kvennaskólann Reykjavík. Já. Og átti þar, þetta er frábær 4 ár og var á kafi í félagslífi sömuleiðis var mikið leiklist í Fúríu sem er leikfélagi þar og þetta er líka, ég er að æfa píanó á þessum tíma, þannig að var líf og fjör bara eins og er á menntaskólaárum. Og þú hefur verið duglegur námsmaður, gerir ég ráð fyrir, því að ferilliðin síðar gefur þetta kynna, eða hvað? Já, ég var alltaf duglegur námsmaður. Kannski kemur til með að það var svo mikið að gera í öðru, ég var svona frekar einbeitt þegar ég var að sinna náminu, en hafði líka ótrúlega gaman af ólíkum fögum. Ég var á náttúrufræðibraut en fannst ekki síst gaman í fögum eins og íslensku og svona kannski skapandi greinum og þær tóku kannski, ef maður horfir svona í baksinspeilin, þá voru þessar skapandi greinar eins og tónlist og leiklist og annað sem að tóku mikið af mínum tíma og ég held svona ef ég horfi til dagsins í dag þá er það ekki síst kannski þeir eiginleikar sem að maður þjálfar í gegnum svoleiðis ferðalög sem að hafa nýst manni á ólíkum sviðum. Maður er alltaf að beita þessari skapandi hugsun í alls konar áskorunum. Ertu mikill svona tónlistar og listar unnandi eða? Ég er það og kannski mitt fyrsta starf síðan eftir háskólanám var í því að flytja út listasýningar og tónlistamenn og annað. Ég var að vinna í Brussel og þetta er á þeim tíma sem að Ísland var algjörlega óþekkt nafn og við vorum að vinna því að koma íslenskum listamennum á framfæri. Já, gegnum hvað var það? Þetta var í raun og veru samvinna á milli hins opinbera fyrirtækja og listamanna, bara safna og annað. Það var 6 mánaða menningarhátíð sem að fól í sér að vera með allskins sýningar og annað. Á þeim tíma voru Víkingur Heiðar að taka sinn fyrstu skref, Ólafur Arnalds, Kjarval, bara þessi heila sena. Þannig að það að kynna íslenska menningu var svið sem að ég hóf mín störf á, sem að kannski fólki finnst, Já, og það passar vel inn í það starf sem þú ert að sækjast eftir núna, svo sem, svona að vera einhver ambassador eða fulltrúi fyrir íslenska menningu og list. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að nýta embætti forseta Íslands til þess að magna tækifæri fyrir íslenska listamenn og líka til að hlúa íslenskri menningu á Íslandi en ekki síst heimurinn er stór og það getur verið krefjandi að skapa tækifæri og efla rödd og annað og maður sá það svo mikið í þessu verkefni hvaða gerðist mikið þegar það var þétt samvinna. Það hefði kannski verið öðruvísi, það hefði bara verið ein sýning á vegum listasafnsins en þegar þetta voru tugir viðburða sem að náðu við lengri tíma að þá gerðust kraftar í því að það var miklu meiri sýnileiki og ég á einmitt blaða úrklaupubókina, þetta er nánast fyrir tíma internetsins sem er svona þykk af greinum af þessari hátíð. Þannig að auðvitað skiptir máli, maður sá það svo vel þá, hvað skiptir miklu máli að lyfta. Ég man ekki eftir, það var örgá þessum svipuða tíma, það var bæði Loftbrú, veit ekki hvort hún sé ennþá starrækt. Akkurat, já. Og Iceland Airwaves í svona smá útrás að senda hljómsveitur. Þeir þátti þessu. Akkurat, þannig að á þessum tíma var ég örgá svolítið að njóta góðs af því sem listamaður sjálfur, Akkurat. Og var sendur í einhverjar ferðir til Bandaríkjanna og Evrópu. Já, akkurat. En hvað ertu þá svona persónulega í músík til dæmis? Hvað finnst Höllurhund skemmtilegt að hlusta á þegar hún er að keyra í bílnum? Heyrðu, ég er frekar mikil aðlæta tónlist. Ég get sagt þér að
ég í lítli hljómsveit í dag. Já. Ég í harmonikubandi. Já, þú spilar á harmoniku, það svo fræktir orðið. Ég að sækja, ég að hefja minn feril. Já, ok. Ég lærði á píanó og það svo mikil klassik í því. Og þó að maður læri ótrúlega margt auðvitað í tónlistanámi, aga og tónlistasenur, klassíkurinn að maður horfir á það hljóðfæri, að þá það ekki þetta hljóðfæri sem að, sko, sem þú þekkir, auðvitað sem tónlistamaður, sem kannski næra að fanga stemningu og fá fólk með og annað. En harmonikan góð þar. Það málið, já? Hún það, því að það fátt eins og að sko syngja í útilegu, íslenskri sumarnótt. Já, og við höfum verið að vinna með hérna bara svona íslensk sönglög þar. En það nú ekki það sem ég hlusta á í bílnum, það bara alls konar. Já. Ekkert, já. Eins og hvað? Nefndu eitthvað. Það er gaman að heyra eitthvað svona hvað þið finnst skemmtilegt að hlusta á. Sko mist Ásgeir Trausti skemmtilegu svona rólegu vetrarkvöldi til dæmis. Mér finnst gaman að hlusta á ABBA ef ég bara með mömmu í bílnum að syngja það og allt þar á milli í raun og veru. Þannig að já, ég held ég sé ég kannski svona frekar í einhverju að því ég var í samkvæmstansi. Þá kannski sækir maður frekar í eitthvað sem hefur svona danstakt, ef ég segja það. Já, ok, mjög gott. En hérna þegar þú varst í leiklistinni í Kvennó, hefur mikinn áhuga á leikhúsi eða hefur gaman að fara í leikhús? Já, og bara almennt erum þetta að fara á sinfoníuna í kvöld, en almennt líka, sko, leikhús eitthvað svo mikill töfrastaður. Og mér finnst, þú getur einhvern veginn komið inn í sal fullan af listamönnum og þú kemur út með einhverja tilfinningar eða hugmyndir sem að verða samræður sko alla vikuna eftir. Já, getur gert það. Getur gert það. Svo stundum, ég hef stundum sagt að þetta svona 1 af hverjum 10 skiptum sem ég fyrir leikhús sem að það nær mér eða hittir í hjarta. Þá bara fara nógu oft. Þá þeir að fara allavega 100 sinnum til þess að fá 10 góður upplifanir. Já. En það geggjað þegar maður situr í leikhúsi og horfir á eitthvað stykki sem að snertir mann eða hreyfir við manni og það gerist, eins og ég segi, hjá mér 1 af hverjum 10 skiptum. 1 af hverjum 10 skiptum. Ég búin að vera mikið í leikhúsi í vetur því að stelpa mín að leika í verkinu Fíasól sem núna í Borgarleikhúsinu og þannig að ég segja stundum þetta eins og nýju sko fótboltamótin. Maður fer þangað á sunnudöfum og það kannski finnst mér að vera svo gott dæmi. Þannig að Borgarleikhúsi að taka 20 krakka og þjálfa þau upp með atvinnuleikurum. Þar eru töfrar. Já. Það dæmi svona einhvern veginn sýningu sem að boðskapur og fegur fer saman. Þó ég sé náttúrulega alls ekki hlutlaus í þessu tilfelli. En getur þú nefnt eitt leikverk sem að þú manst eftir sem að verið bara svona, wow, þetta var rosalegt? Já, eitt leikverk. Sko, ég get bara nefnt leikverk bara ef ég hugsa tilbaka auðvitað eiginlega allt sem að Vesturport hefur gert hefur einhvern veginn snert hjartað, bara maður hugsaður tilbaka, sko, uppsetningu Rómeó og Júlíu, Blái hnötturinn fannst mér ótrúlega flott ef ég hugsa tilbaka. Svo eru svona verk hérna bara ef ég hugsa menntaskólaárin, Drekinn og Pókók og annað sem að eru skemmtilega líka, kannski minna þekkt en það eru töfrar í öllu leikhúsi. Já, ég sammálaði með Vesturport, það hérna maður saknar þess að fara á Vesturport-sýningar. Ég man þetta sýning sem hétt Wojciech, held ég. Já. Alveg svakalega góð. Og Rómeó eins og þú segir. En ég alltaf þegar ég að tala leikhús, þá get ég ekki sleppt ég að minnast á, ég sá einu sinni verki í kjallara þjóðleikhúsins eða í hliðarleikhúsinu sem var veislan. Þá var sem sagt uppsetning á eftir dönsku myndinni, dogmamyndinni Veistlani. Ég fór líka á þetta verk. Fórstu á þetta verk? Já. Ég bara hef hvorki fyrr né síðar upplifað aðrar eins tilfinningar og það var líka, því að mannst það var setið í kringum svona langborð, þar sem leikarinn voru á langborðinu og þú gæst líka keypt miða þar sem þú gæst setið með leikarunum á langborðinu. En og svo byrjaði allir að rífast við borðið og kom upp undarlega mál og svona og það var bara fólk út í sal titrandi og grátandi og þetta var alveg, ég er alltaf að bíða eftir að komast aftur á verk eins og þetta. Þetta var algjör veisla. Já, þetta var algjör veisla. Algjörlega stórkostlegt. En eftir Kvennó þá ferði í Háskóla Íslands
og segðu okkur hvað þú ert að læra þar. Fer ég í stjórnmálafræði sem að þú þekki nú líka. Já, akkurat, ég útskrifaðist þaðan líka. Já, og þar er bara áhuga á samfélagsmálum sem að kannski drífum með þangað. Auðvitað er stjórnmálafræðin svo margþætt og tengist bæði í stjórnskipun hérna heima en bara líka alþjóðlegt samhengi og annað. Og átti frábær ár þar en held svo utan eftir það fyrir raun og veru í að vinna þessu menningarstarfi og markasetningu á Íslandi eftir það. Ég bý í Brussel í 3 ár. Eftir BA í stjórnmálafræði? Já. Okay. Þannig að, það er svona stutt átgáðan. Og hvernig var í stjórnmálafræðinu? Varstu að taka þátt í félagslífinu, pólitíka? Eitthvað? Já, heldur betur eitthvað og ég var líka í stúdentaleikhúsinu á þessum tíma og auðvitað maður að því við erum nú stödd sko í ármálunum. Ég hitti svo oft félaga mína úr stjórnmálafræðinni svona af og til hér og það er einmitt fegurðin í öllu námi og allri svona samveru og samvinnu með fólki hvað eignast einhvern veginn marga demanta. Já, algjörlega. Sem er síðan að hitta mörgum árum síðar. Já, sammála því. Þannig að það er búið að vera líka hluti af því að maður hugsa sko kosningabaráttu og annað. Maður einhvern veginn dragast saman þessir þræðir sem hafa verið að spinnast einhvern veginn í langan tíma og það er eitthvað fyrir því. Kristján Freyr, maðurinn með mikla reynslu úr stúdentapólitíkinni og kosningabaráttum þar. Já. Hann getur eitthvað hjálpað þér. Akkurat, hann er náttúrulega ómetanlegur á öllum sviðum og búið að vera mikið ferðalag líka hjá okkur. Hvað eru 3 ár núna sem við flytjum heim. Þannig að við erum sterkt heimi í þessu og öðru. En þú ert 3 ár í Brussel eftir BA-námið en svo tókst eitthvað meira framhaldsnám, er það ekki? Jú, eftir Brussel, nú maður alveg að spóla tilbaka, eftir Brussel er ég fer til Bretlands, er við London School of Economics í hálft ár en fæ styrk og flytt mig yfir til Bandaríkjanna og er þar að beina sjónum að alþjóðasamskiptum en fyrst og fremst að horfa á orkumálin og umhverfismálin og kannski þessar svona áskorunir í víðu samhengi en ég er líka farin að horfa heim á þennan málaflokk og bara málaflokk auðlinda sem hafa verið kannski svona megi stefið í mínum ferli er þessi áhugi á auðlindunum okkar og svona kannski langtíma sýn hvað það varðar. Og hvað ertu þá að læra þarna hálfa árið í London School of Economics og síðan til Bandaríkjanna? Það er í raun og veru bara stjórnmálafræði en kannski áherslan fyrst og fremst á alþjóðahagfræði þar og síðan er verið að horfa kannski mest á auðlinda og orkumálin. Og í Bandaríkjunum varstu þá í Harvard? Ég var í Harvard, ég tek 2 meistaragráður. Í fyrra skiptið er ég við Tufts háskóla, skóla sem heitir Fletcher School of Law and Diplomacy og síðan fer ég að vinna aðeins fyrir Harvard en síðan flytti heim og kynnist Kristjáni og fleiri góðu hlutir gerast, er að vinna fyrir Háskólann í Reykjavík, er að byggja þar upp alþjóðasamvinnu, mikið að vinna í Asíu og Evrópu þar og er síðan að byggja upp það sem heitir Iceland School of Energy eða Íslenski orkuháskólinn sem er í raun og veru alþjóðlegt nám á sviði umhverfis og orkumála og er bara starfrætt í dag 100 nemenda farið í gegnum það nám þannig að þessi mennta hluti fylgir mér líka sterkt og gerir hann í dag. En þú tekur 2 meistaragráður í hverju nákvæmlega? Hvað heitir það? Seinni meistaragráðan sem ég tek síðan er í opinberri stjórnsýslu en það er aftur, það eru þemu hér. Mér fannst opinber stjórnsýsla alltaf það leiðilegasta í stjórnmálafræðinni. Við erum annan þátt til að ræða það. En það er auðvitað svið sem skiptir svo miklu máli því að stjórnsýsla og stjórnskipan og annað er eitthvað sem að mótar samfélag svo mikið. Já, algjörlega. Ég er ekki að segja áhuga leysið mitt
það var algjörlega ótengt því sem var mikilvægt að ég hefði betur átt að hafa meira áhuga á því. Það ennþá opið. Já, ég svona rétt skreiði gegnum þessa opinberu stjórnsýslu áfanga, en ég hefði betur sinnt í, held ég, svona eftir áhyggja. Já, það svo margt líka bara varandi umgjörð, laga, umgjörð og annað sem hefur svo mikil áhrif og kannski ekki síst að maður að horfa á þætti eins og auðlindamál sem að við kannski pælum ekkert svo mikið í, við erum ekkert mikið að hugsa heita vatnið okkar dagstaglega eða kalda vatnið sem varst að ná í til að fylla á fyrir okkur. Maður einhvern veginn bara tekur þessum auðlindum fyrir svo sjálfsæðum hlut. Fyrir til búð og fæsi fisk og svo framvegis. En við erum auðvitað alveg ótrúlega auðlindarík þjóð og þessar umgerðir auðlindamál eru eitthvað sem að algjör grunnur af því hvar við erum í dag og lykillinn líka því hvernig við munum standa ekki eftir 10 ár heldur þegar okkar börn kannski verða á okkar aldri eða eldri. Það svo mikið langtíma hugsun sem skiptir máli í auðlindamálinu. Hvað veldur því að þér tekst að setja fókusin á þetta svona ung og hefur verið bara svona velja þína leið í lífinu? Akkur hafður áhuga á þessum auðlindamálum heldurðu? Ég held að komi að austan að því að þegar maður í búskap að þá þessi tenging við landbúnað og afurðir og auðlindir svo áþreifanlegt. Þú ert einhvern veginn alltaf að vinna með landsins gæði, ef svo má segja. Og síðan var það líka þannig fyrir mig að ég fer þannig í millitíðinni til Tógó í Vestur-Afríku og þar að fara að sinna verkefnum sem snéru að menntun og tengdust líka landbúnaði. En það Tógó eitt af fátækustu ríkjum heims og það engir innviðir eða mjög slæmir innviðir og það þýðir að þeir eru að reyna að framkoma einhver verkefni að það einhvern veginn alltaf rafmagnslaust eða ekkert stenst á tíma eða heilsu far mannaði misjafnt og svo framvegis og þá fór ég líka svo mikið að hugsa þessi auðlindamál í samhengi við innviði og það annað. Við erum ekki mikið að hugsa hitaveituvæðinguna sem að stærsta bylting íslensks samfélags. Já, ein af þeim. Bara lífsgæðin okkar hanga svo mikið halda svo mikið hendur við hitaveituvæðinguna og sama gildir í raun og veru þætti eins og rafvæðingu og annað. Þannig að ég fór líka svo mikið að hugsa hvernig þetta að tryggja það að við séum að byggja upp innviði sem að þjóna samfélaginu og þjóna hagsmunum almennings og hvernig þetta gera þá skynsaman hátt og nýta auðlindirnar okkar á vandaða vegu til langs tíma. Þannig að þetta verður kannski áþreifanlegt í þessu samhengi. Það samt erfitt fyrir mig að skilja bara hvernig þú getur verið svona sniðug að byrja að pæla í þessu og þó þú sett úr sveitinu og svona, menn það einhver sem að ítti þér á þessa braut eða einhver sem kveikti á þessu fyrir þér eða getur einhvern veginn sett fingur á hvaða veldur því að þú fer að hugsa nákvæmlega þetta? Já, þegar stórt spurt. Ég held aftur, það sveitin og það þessi reynsla þegar þú ert sérða eitthvað virkar ekki. Það svo sterk augnablik. Þá ferð að hugsa af hverju hlutirnir virka heima og ég fór að skoða mikið hitaveitusöguna, söguna varðandi rafvæðinguna. Ég fór líka að hugsa hluti eins og ungmennafélögin sem að maður pælir kannski ekki mikið í sem að byggðu upp íþróttarhreyfingu Íslands allt land og var líka eins og jarðhitasagan og fleiri íslenska sögur saga þess að við vorum að byggja upp þjóðina þetta sjálfstæðsbaráttan í sjálfu sér og það að verða til alls konar samvinnu einingar til að byggja okkur upp á ólíkum sviðum og þá fór ég að hugsa, hvernig náðum við að búa til þessa einstöku samvinnu menningu sem gerði það verkum að við eigum þessar auðlindir í dag og af hverju tókst til dæmis ríkjum eins og Tógó eða öðrum ríkjum líka í Evrópu og víðar af hverju fóru þær aðra leið og þannig að þetta líka svona áhuga menningu því að það auðvitað þessi menning og þessi samvinna sem hefur gert það verkum að við erum á þessum staði í dag og erum með þessi spil á hendi sem að aftur. Það vaknar enginn á morgnana og er að hugsa þau en þetta eru ótrúlega spil.
reynsla þín í Tógó minnir mig eiginlega bara á þegar ég var á Kanaríum síðustu jól sko, með fjölskylduna og krakkarnir voru út í sundlóðunum og skjálfandi með hóri nefnum tilbaka, sundlóðunum voru ískaldar í desember og ég hugsaði mitt, er þetta ekki eldfjalla? Akkur eru þeir ekki með upphita sundlóðan eins og við? Og fóru svona pæli af hverju við erum svona langt komin með þessa þróun og þessa tækni en aðrir skemur. Já. Og svona. En þetta einmitt sko nýsköpunarsaga í sjálfu sér. Menna, það var bóndi sem fann leið til að tengja húsið sitt við hver í sjálfu sér. Tæknin skalast, það farið í að bora í Reykjavík sko 1928 og svo þróast tæknin og getan og þetta breiðist hitaveituvæðingin út allt Ísland og byggir upp þessa innviði sem við eigum í dag. Og mér finnst þetta vera að því að maður er að hugsa framtíð landsins og að maður er að hugsa þætti eins og nýsköpun að það oft á þessum tímaskala sem að töfrarnir gerast. Það gerist ekki á einni nóttu en það þarf svo mikið að huga að því að vera alltaf að sá þessum fræjum og að því að þú veist að spyrjum sko hvert landi liggur núna á síðustu daga og ég að fara til Ísafjarðar og það eru svona töfrasögur sem eru í anda hitaveitunar á ákveðnuleiti allt land og þar til dæmis stálsmiða sem ég veit ekki hvort þú þekkir. Nei. 3X svona vélsmiða sem að byrjaði 2004 að þróa kælitækni til að kæla fisk og þetta var lítið verkefni sem að var verið að prófa á trillu, verið að sjá hvort að var þetta að kæla fiskin betur til að geyma hann betur og svo núna 20 árum seinna að þá verið að flytja út þessa þekkingu af því að þessi tækni þannig að hún gerir það verkum að það þetta að sigla með fisk á markaði í staðin fyrir að fljúga með hann og það bæði ódýrra og loftslagsvænna. Er þetta ekki einhverjum svona krapavélar? Nei, þetta svona kæli, þetta svona ofurkæling. Svona ofurkæling í raun og veru vökvakæling í sjálfu sér. En aftur, smá útúr, en bara svo frábært dæmi hvernig við einhvern veginn hvernig saga Ísland náttúrulega sko risastór nýsköpunarsaga en líka hvað það oft gott einhvern veginn að horfa á þessa tímarama og hugsa, vá, þessi fræ sem við erum að sá núna sem að ég og þú og allir geta sáð núna það eru fræin sem að gera það verkum að við munum sko sjá góð eða slæm lífsgæði eftir áratugi. Þetta haft sko stórkostleg áhrif á framtíðina. Já, og ef það ekki innblástur til að leggja sig fram og vinna saman, þegar maður veit að það skiptir raunverulega miklu máli, þau verkefni sem að okkar kynslóður að vinna og þeir sem eru núna að láta til sín taka, þá veit ég ekki hvað. Einmitt. En þú segir, þú varst í Tógó, hvernig kemur það til? Hvað varstu nákvæmlega að gera þar? Já, ég hafði verið að ferðast Austur-Afríku. Ég hef alltaf verið tölvöld mikið útivist og átti þann draum að fara að Kilimanjaro. Sem þetta bara ferðast svona persónulega eigin áhuga? Já. Þannig að ég fer þangað og langaði alltaf að fara aftur. Það var mér langaði að fara og vinna í einhverjum verkefnum, ekki sem ferðamaður. Þannig að ég fer þarna og að taka átt í menntaverkefnum við Háskólann í Lóme sem ótrúlega flott starf sem unnið þar en aftur innviður gríðarlega krefjandi. En í gegnum hvað? Hvernig færðu svona verkefni? Í raun og veru bara í gegnum alþjóðleg tengsl og samstarf sem að það kemur til. En þetta var í raun og veru verkefni sem var unnið á 3 mánuðum, þannig ég fæ ákveðna innsýn á þeim tíma. En eins og með svo margt annað í lífinu, að stundum fer maður inn í eitthvað verkefni eða inn í eitthvað starf og maður heldur og maður sé að fara að læra eitthvað eitt. En svo kemur maður út með einhverja allt aðra reynsluða sín. Og kannski var það því að þú þekkir stjórnmálafræðinni í samhengi við sko þróunar, samvinnu og annað. Lærdómurinn í þessu öllu saman var þegar ég var að vinna verkefni sem að snéru að samvinnu bænda
í þessum menntaverkefnum var hvað hlutirnir gætu gerst miklu betur ef að vegirnir hefðu verið í lagi eða hefðu verið hægt að treysta það að verið hægt að hlaða raftæki. Allt þetta sem að gera það verkum að við erum fljóta að vinna þegar þessi grunnur var ekki til staðar. Þannig að breytti líka sýn minni á sko, hvernig við á fjárfestingar í samfélögum og annað og var til þess að ég fór í kjölfarið þetta þegar ég í námi í fyrraskipti og var hjá OECD sem er efnahags- og framfarastofnun Evrópu og var að horfa mest á þessa þætti, hvernig í raun og veru fjárfestingi innviðum hjálpar fátækari ríkjum að takast á við þróun á ólíkum sviðum. Já, ertu þá þarna á vegum einhverja stofnunar á Íslandi eða? OECD var ég bara beint að vinna fyrir þá. Já. Og að því ég hef bara svona áhuga bara hvernig, þú til dæmis kláraðir BA fyrst og fórst til Brussel, hvernig landaður þeirri vinnu? Það var utanríkisráðuneytið. Já, sem að var að búið að auglýsa eða þú sótti bara Já. Og síðan náttúrulega bara skapar tengingar og smátt verður netið eitt stærra og svona. Það í raun og veru þannig að koma upp þessi tækifæri og þá lengist veran og við förum eins og í Brussel að vinna að þessu markasverkefni sem að var á þeim tíma eitt af stærstu verkefni sem verið unnið svona en það var Ísland, þetta var allt annað vörumerki í sjálfu sér heldur en það er í dag. Og þó að menningin hafi verið hryggjastykkið að þá var líka verið að kynna íslenskan fisk í súpumörkuðum, það var verið að fjalla orkumálin, það var verið að kynna á þessum tíma nýtt tónlistar- og ráðstefnuhús, Hörpuna, þannig að það er margir þræðir sem að komu saman og aftur dæmi verkefni sem varða veruleika að því að svo margir sem voru góðir í ólíkum þáttum komu saman og það er kannski líka í samhengi við forsetaembættið og annað að það eru töfrarnir sem gerast þegar hægt að magna upp samvinnu og þar getur forsetinn leikið hlutverk en hann getur leikið það hlutverk í samvinnu við svo marga. Þar gerast töfrarnir. En ok, svo höldum við áfram að þræða hans söguna að eftir Tógó og allt það saman, þá áttur við eftir seinni meistaragráðuna sem þú tókst út í Bandaríkjunum. Já. Og hvar var það nákvæmlega? Ég tek hana við Kennedy skólan hjá Harvard sem er School of Government, sem sagt aftur fókusinn á kannski stjórnskipan, stjórnmál í því námi en þar ég mest að beina sjónum mínum að umhverfismálum í víðu samhengi. Ég fer í raun og veru út sem svona umhverfisfellow og Hvað þýðir það? Það þýðir að ég að beina sjónum, ég að hitta fyrirtæki öll Bandaríkin sem að snúa að umhverfismálum, sem að leysa tækni í loftslagsmálum eins og í Silicon Valley en líka bara í New York og annar staðar bara fá þessa þekkingu beint í æð hvað að gerast heilt yfir í loftslagsmálum og í nýri tækni og það nú að nægu að taka þar og ég líka að horfa á þætti eins og umhverfismál. Ég að horfa á allt frá því að heimsækja ólíka frumbyggja í Colorado og annar staðar til að horfa á hvernig landnýting framkvæmt. Þannig að það víður umhverfisfókus alveg frá landnýtingu yfir í tækni og allt þar á milli. Og þú ferð sem umhverfisfellow, þú sem sagt færðu sem sagt eitthvað svona styrk til að sækja námið í skólan sem slíkur. Já, akkurat. Hvernig gerist það? Hvernig verður maður svona umhverfisfellow og er þetta bara eitthvað svona umsóknarferli sem þú... Já. Þetta er hansi magnaður námsferill hjá þér og seinni meistaragráðin nákvæmlega í hverju þá? Nei. Já, hún í opinberri stjórnsýslu því uppáhaldsfagi með áherslu aftur á orkumál og á umhverfismálin þó að maður sé auðvitað að í svona námi að
alltaf að horfa á breið svið og alltaf líka að teygja sig út fyrir það sem að maður þekkir að hefur mestan áhuga á. Maður læri nú yfirleitt mest þannig líka. En ég lík þessari meistaragráðu en allan tíman að hugsa hvernig sé þetta að gera eitthvað stærra og nýta því að þetta íhaldssöm stofnun, stór stofnun sem að hefur gott tengslanett og vikt og hvernig sé þetta að nýta hana til þess að skapa tækifæri og kem kannski með þessa sömu hugsun og úr menningaverkefninu. Hvernig getum við byggt upp þræði til þess að magna tækifæri? Þessi stofnunum meinaru orkumálastofnun? Ég mein Harvard-háskóli. Já, ég fikk skilji. Já. En síðar verður þegar þú kemur heim úr því námi að þá verður orkumálastjóri eða hvað? Já. Það sem gerist í millitíðinni þróun og uppbygging Arctic Initiative sem í raun og veru miðstöð norðurslóða við Harvard-háskóla, við Harvard Kennedy School og það verður ferðalagið eftir meistaranámið að byggja það upp og fjármagna það og það vegferð sem á hugminn allan. Er það eitthvað tengt þessu Arctic Circle, Ólafs Ragnars? Eða? Ekki tengt því, en vinnur í raun og veru á þeim sviðum orkumála, loftslagsmála og geopolítíkur verið að skoða þarna í raun og veru allt frá geopolítík yfir í mengun hafsins. En mér fannst vanta kannski, og ég hafði séð það svo vel þegar ég að vinna fyrir Háskólann Reykjavík, að þó að það sé sko ótrúlega mikið af sterkum verkefnum að þá oft svo erfitt að stækka þau upp og leyfa þeim að hafa þau áhrif sem þau geta haft þegar þetta eru sko, minni stofnanir. Þannig að hugsunin með Arctic Initiative var að draga saman fjölda fræðimanna og þekkingaraðala og fá fjármagn inn í það að það væri hægt að tengja saman minni leikendur og stækka þannig tækifæri. Og við unnum mjög mikið til dæmis með formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu sem að þetta auðvitað fyrir tíma Úkraínustríðsins þannig að þetta þegar Ísland var í raun og veru að leiða samvinnu þessar 8 norðurslóðaríkja og höfum í dag Arctic Initiative ennþá starfandi og það ekkert sem að gleði mig meira eins og núna til dæmis eru íslensku nefandi sem þar í tengslum við þetta. Er þetta eitthvað sem þú stofnaður og byggðir upp á samt öðrum? Já, í samvinnu við aftur, frábært fólk. Ég hefði verið, kemur þarna inn vísindaráðgjafi Obama sem að hafi unnið með Obama bæði hans kjörtímabil og við saman á samt sérfræðingum í orkumálum líka í mannréttindum, það eru þetta gríðarlega mikill mannauður og mikil átakasaga líka á norðurslóðum sem að tengist mannréttindum frumbyggja til dæmis. Þannig að við byggjum upp þetta Arctic Initiative sem að hafa áhrif á þessa málaflokka og að efla skilning. Með hvaða hætti? Hvernig hefur þessi áhrif? Í raun og veru á þann hátt að bæði efla þekkingu og ég get tekið dæmi að þegar það að verða svona mikil hlýnun, norður hluti jarðar að hlýna 2 til 4 sinnum hraðar heldur en restin af heiminum, að þá svo mikið af sífrera sem að þiðna og þegar sífreri þiðnar að þá losnar CO2 til dæmis út í andrúmsloftið því að hann geymir svo mikið magn af koldíoxíði og það þarf að skoða hvað þýðir sú losun fyrir áframhaldandi hlýnun jarðar. Þannig að við erum í samstarfi við aðila sem að meta hvað verður mikið losun, hver áhrifin eru og hjálpa síðan þeim sem að taka ákvarðanir stjórnvöldum að fá upplýsingarnar á skiljanlegu formi þessar flóknu vísindaupplýsingar. Og hver kostar þetta allt saman? Alls konar aðilar. En við vorum ótrúlega heppin á sínum tíma að fá sterka sjóði sem að voru að horfa á umhverfismálin, fá aðila eins og Erik Schmidt sem hafi verið að byggja upp Google og annað sem hafi trú á því að það þyrfti að efla þekkingu á þessum málaflokkum, umhverfismálum og loftslagsmálum. Og það sem að fekk mitt hjarta og fær mitt hjarta til að
slá hraðar í þessu öllu saman er að þessar breytingar þær eru svo mikilvægar fyrir Ísland því að þessar breytingar hafa áhrif á hafið okkar, hafa áhrif á gengd fiskistofna til dæmis. Þær hafa áhrif á þætti eins og veðurfar sem getur aftur haft áhrif á landbúnað og annað, en það er svo beintengt okkar framtíðarhagsmunum. Þannig að ég held áfram, ég er ennþá að kenna við Harvard, fer alltaf einu svona ári í það, í stuttaferð. Ertu ennþá? Já. Og hvað ertu þá að kenna? Ég er að kenna í raun og veru, er að horfa á norðurslóðir, en sérstaklega aftur lykilþemað, orkumál, umhverfismál og bara þessi auðlindamál. Því að líka þú horfir á heiminn, hvar eru ríkulegar auðlindir? Við erum að tala um gríðarlega mikið magna á auðlindum á norðurslóðum þegar kemur að námum, við erum að tala um mikið á auðlindum þegar kemur að olíu, gasi, endurnýjanlegri orkugjöfum og það er líka hagsmunamál fyrir Íslendinga hvernig þessi auðlindaþróun og möguleg umsýsla átök og annað í okkar nærumhverfi þróast. Já, maður hefur heyrt að það er mikið verið að grafa eftir gulli á Grænlandi til dæmis, einhver Íslendingar hafa verið að reyna það en hvað með olíuna? Það var nú hér tíma þá var verið að tala um að leita af olíu og Drekasvæðinu og eitthvað en þetta var svona í takt við tíðarandann þá þótti það ekki tilhlýðilegt lengur og þetta var allt blásið af. En ef það væri svo að það væri einhvers staðar mikla olíu að finna í lögsögu Íslands, er það bara eitthvað sem við ættum að láta algjörlega eiga sig eða hvernig líta menn á það í dag? Já, svo núverandi ríkisstjórn hefur í raun og veru haft þá stefnu að það eigi ekki að halda áfram með þá möguleika sem að snýra olíu sem að er innan okkar lögsögu. Og það er kannski, ef maður horfir á framtíðina og þá möguleika sem við höfum, að því að nú er heimurinn auðvitað fullri ferðin í orkuskipti og annað, að þá eru okkar möguleika líka í framleiðslu á rafeldsneyti sem að nýtist fiskiskipaflotanum okkar, getur nýst þegar kemur að flugi og annað. Þannig að við eigum risastórt tækifæri líka í að klára, við vorum að tala um hitaveituvæðinguna. Við höfum stór tækifæri í að halda áfram að vera fyrsta þjóðin. Við erum á eftir norðmunum núna. Við viljum það ekki, við viljum klára núna rafbílavæðinguna. Þannig að við gætum haldið áfram með okkar árangur þar og við gætum haldið áfram og verið í raun og veru sjálfbærum okkar græna eldsneyti ef við horfum inn í framtíðina. Og það væri, ef maður horfir á möguleika Íslands til að hafa áhrif, þá erum við fyrsta þjóðin í heiminum sem að myndi ná slíkum árangri. Já, en nú eru til dæmis, eins og segir, normenn eru komin lengra en við í rafbílavæðingunni og þeir eru náttúrulega með fallvötn og svona eins og við. Já. En á sama tíma eru þeir með orsalega, eru að nýta olíu auðlindir og maður velti fyrir sig hvort að svona bara kalt hagsmunamat að vissulega ef við að fókusa á, ég er sammála því og ég keyri sjálfur á rafbíl og allt þetta að það væri mjög glæsilegt að geta 100% rafbílavætt allan flottan okkar en er ekki, þú veist, olía verður nýtt í einhverju mæli langt inn í þessa framtíð og þó að vera ekki hérna á Íslandi og við getum kannski reynt að forðast það algjörlega en ef það eru olíuauðlindir innan okkar lögsögu, erum við þá ekki að kasta bara barninu út með baðvatninu einhvern veginn að láta það algjörlega eiga sig nýta ekki auðlindir sem eru mögulega til staðar. Er það hugsunin að við bara að leyfa henni að liggja bara ef hún er það? Í raun og veru sýndu þessi gögn sem að voru það voru gerðar rannsóknir á svæðinu. Þetta þekki ágætlega úr mínu starfi sem orkumálastjóri að það voru gerðar mikla rannsóknir og það voru fyrirtæki sem sýndu áhuga og annað og hluti líka af ástæðinu fyrir því að þetta fór ekki áfram á sínum tíma var að það þótti ekki vera efnahagslega físilegt á þeim tíma að fara í vinnslu. Þannig að auðvitað
spilar það líka væntanlega þátt inn í það hagsmunamat sem að að menn hafa ekki fundið nægilega mikla olíu til þess að borga sig að byrja að bora eftir henni. Já, það var í raun og veru ekki, það var hluti af heildarmatinu í sjálfu sér. En ég held auðvitað þessi auðlind til staðar, þannig að hún ekki að fara neitt í sjálfu sér. Og það alltaf möguleikar á að halda áfram að rannsaka og meta og taka stöðuna á ólíkum tímapunktum. En það líka spennandi að hugsa það að því að við erum að horfa til framtíðar og þessi auðlind aftur, hún ekki að fara neitt, hún innan okkar lögsögu ef hún til staðar. Að þá líka spennandi að hugsa að olía framtíðarnar sem að líka rafelsniti, allt á fullri ferð hvað varðar þá þróun, að hugsa gætum við orðið leikandi í þeirri grænu vegferð sem að væri eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt og kannski dálítið eins og með dæmi úr stálsmiðinu á Ísafirði, eitthvað sem að manni finnst erfitt að ná utanum núna en á næstu áratugum verður annar og spennandi veruleiki. Þannig að aftur við eigum þessar auðlindir og þær ekki að fara neitt og við getum þá hort á það á hverjum tímapunkti fyrir sig, hver langtíma sinni en framtíðin sennilega á fullri ferð þegar kemur að grænni orku en það skiptir það máli fyrir umhverju líka. Og hvernig kemur það síðan til að þú verður orkumálastjóri? Hvernig atvikast það? Já, það ég sæki starf orkumálastjóra. Þetta embætti sem skipað í. Ég sæki það, það eru 3 ár síðan, eða rúm 3 ár, 3,5 ár síðan. Sást bara auglýst og sóttur Já, akkurat. Og hver var orkumálastjóri og undan þér? Guðni heitinn var orkumálastjóri á undan mér, Guðni Jóhannsson. Og hafði sent í hlutverki í töluvert langan tíma. Og fyrir þá sem ekki vita, hvað það nákvæmlega sem að orkumálastjóri gerir? Já, orkumálastjóri í raun og veru fer með orkustofnun og orkustofnun horfir á auðlindanýtingu, orku en líka vatns og jarðefna. Og jarðefna þar að segja sem eru á landi, á þjóðlendum sem í eigu ríkisins en líka á hafsbotni og það ekki bara nýting, það líka eftirlit með nýtingunni, það líka ráðgjöf til stjórnvalda í tengslu við mikilvæg markmið í orkumálum sem að hvort að það markmið uppbyggingu innviða, rafmagnskerfið okkar þetta eru æðar raforkukerfisins sem að tengja saman ólík byggðarlög og annað. Og síðan auðvitað raforku þróun raforku mála hvort sem að það snýr að raforku mörkuðum eða eftirliti því tengdu þannig að þetta gríðarlega fjölbreytt og spennandi, þetta hljóma kannski ekki þetta fólk kannski vaknar ekki upp og horfur á rafmagnslínuna og fyllist aðdáun en það eru samt þessir innviðir sem að skipta okkur máli. Öll þessi umræða núna að vera að tala að við séum í raun og veru komin inn í eitthvað fasa þar sem að við bara erum að lenda í því bara orkuskortur sé í raun og veru komin til núna að við séum ekki að framleiða nægilega mikla orku sem til að mæta þörfum okkar. Hvernig horfir það við þér? Er það reyndin í raun og veru? Við höfum verið núna í árferði sem að þýðir að það búið að vera lítil rigning. Þannig að uppistöðulónin sem eru batteríin í raforkukerfinu hafa ekki fylst eins mikið áður. Þá minna til ráðstöfunar. Ég verð nú að lána þessa fjárstýringu til að útskýrta þess. Og þetta ágætis lína í fjárstýringunni því að við erum að framleiða ákveðum mikla orku á Íslandi og hluti af henni fyrir heimili, 5%. Síðan eru 15% sem eru bara venjuleg fyrirtæki, bara eins og þú ert að reka og eru í skeifunni og annar staðar. Og síðan eru það stórir notendur, það eru 80%. Það er eins og álverin eða aðri stórir orkukaupendur. Og allir þessi notendur skipta máli. En þegar það er verið að tala um orkuskort, þá er verið að tala um það að það umfram eftirspurn. Þetta
verðmæt vara sem við eigum og það er ekki til jafn mikið og fólk myndi vilja kaupa. Það vilja fleiri kaupa heldur en til er. Og það eru í samhengi við auðlindir, það þetta jákvætt, því að það þýðir að það fæst hærra verð, við getum leyft okkur að fara að hugsa hluti eins og í sjávarútveginum, eins og verðmætasköpun og annað, þannig að við erum í raun og veru kannski komin inn í tíma umfram eftirspurnar í orkumálunum, af því að græna orkan okkar svo verðmætt og kemur til með að vera áfram verðmætt. En hærra verð auðvitað jákvætt þegar maður að selja, en sem neytandi að þá viljum við, og við Íslendingar við lítum að sko auðlindirnar séu sameign okkar og við eigum að búa við það að fá hér ódýra og góða orku, almenningur í landinu. Hvernig skarast það þegar við erum að horfa umfram eftirspurn og þýðir það að almenningur þarf á endanum að punga út meira til þess að fá sína dagstælu orku nýtingu? Þetta lykil spurning og þetta hefur verið eitt af því sem að ég hef lagt mikla áherslu á í starfi mínu sem orkumálastjóri að tala fyrir þessum almannahagsmunum því að það var þannig þegar við vorum að byggja upp raforkukerfið að Landsvirkjun bar bara ábyrgð á því að heimilin í landinu hefði aðgengi að raforku og tryggðu ákveðin stöðuleika þar en síðan 2003 voru þau lög afnumin og ekki settar upp neinar varnir fyrir almenning. Er það vegna einhverjar Evrópulöggjafar sem þetta breytist? Í raun og veru en Evrópulöggjafin gefur samt tækifæri til þess að hafa alls konar varnagla fyrir almenning en það þarf að innleiða það og breyta því í lögum og það eitt af þeim verkefnum sem að við höfum verið að leggja höfuð áherslu á að teikna upp þessar ólíku leiðir því að það gríðarlega mikilvægt að það sé ekki verið að kaupa inn á sneið almennings í sjálfu sér því að það hefur áhrif, alveg eins og lýsir, það hefur ekki bara áhrif á orku öryggi, heldur hefur það líka áhrif á orkuverð. Og ef maður horfir á orkusöguna, að þá gaman að segja frá því að forverar okkar voru ótrúlega mikið að horfa á almannahagsmuni. Þeir voru að horfa á ákveðin forgangur í heitu vatni til sveitafélaga. Það var verið að horfa á það að Landsvirkjun þegar var verið að byggja upp stærri virkjanir að það ætti samt sem áður að tryggja almenningi aðgengi að raforku þannig að við þurfum líka að hafa þessa sterku sýn þegar við horfum á auðlindanýtingu inn í framtíðina að passa upp á að gleyma ekki almannahagsmunum. Og megum við það, megum við forgangsraða almenningi samkvæmt einhverjum Evrópulöggjöfum að getum við verið með þessa hugsjón einhvern veginn sagt hingað ekki lengra við erum búin að taka frá þessa köku fyrir almenning sem ætlar að njóta þessara auðlinda. Er það leyfilegt samkvæmt evrópskum löggjöfum sem við göngumst undir? Já, það eru ólíkar leiðir færar undir Evrópulöggjöf og ríki Evrópu hafa verið að taka stærri skref í þessa átt og svona varnaglar í öðrum löndum, ekki bara í Evrópu heldur annar staðar, því að við sjáum hvað gerist og við sjáum það vel í orkukrísunni í Evrópu. Þá tók Evrópa kippi því að segja, herðu, þurfum að ganga enn lengra af því að þetta eru raunverulegir hagsmunir fyrir heimili. Og grunnþjónusta. Þetta grunnþjónusta og það ekki hægt að líta á raforku til heimilisnota sem þetta algjör nauðsynni að vara. Sérstaklega hér á Íslandi. Já, og það heldur ekki þannig á Íslandi að því að við erum eyja. Það ekki þannig að þú kaupir orku hratt einhvers staðar annars staðar frá. Nei, einmitt. Þannig að og þetta dæmi aftur þegar við erum að tala um þegar ég að tala um samvinnu og þáttöku sem ég held að skipti svo miklu máli, menn að það þannig sem við byggðum upp bæði okkar ólíku kerfi og íþróttafélögin, jafnréttisbaráttu, menn að sama hvað var, það þessi fjöldaþáttaka og þessi svona sýn á hlutina og okkur má ekki núna standa á sama framtíðina. Við þurfum að standa saman að henni og góðu fréttnar að við erum öll þessi spil á hendi, ekki bara hugvit og menningu og sterkt samfélag, menntakerfi og annað, heldur líka þessar auðlindir. En hvernig, að því að, eins og þú segir, við erum komin inn í tímabil umfram eftirspurnar. Já.
og það eru vannýtt tækifæri, segja margir. Þetta auðvitað deilt og hversu langt að ganga á náttúruna. En það ekki alveg ljóst að við gætum verið að framleiða miklu meiri orku, verið að framleiða meira rafmagn og mæta þessari umfram eftir spurn og bæði gera hagstæðara fyrir almenning, neytendur og einnig að fá svolítið í kassan hjá ríkissjóði til að selja stórorku fram notendum eða hvað. Er ekki tækifæri þar? Það eru tækifæri, vissulega, og ef þú horfir á það eru þeir orkukostir sem eru í nýtingaflokki, það er töluvert af þeim og við munum sjá fleiri verkefni rísa á næstu árum á Íslandi og ég ætla líka að segja að tæknin mun vinna með okkur í því þegar við förum að horfa á nýtni og þegar við förum að horfa á fjölbreyttari leiðir í framleiðslu og til dæmis eru Færeyingar að vinna með sjávarföllin sem er leið sem er kannski hefur, ef við erum að tala um sjónmengun og annað þannig að það er ekki bara tækifæri jarðhita og í framleiðslu þegar kemur á vatnsafli og öðru heldur eru tæknilausnirnar líka að gera það verkum að það er aukin fjölbreytni í framleiðslunni sjálfri og ég held að við þurfum að átta okkur því að við eigum þessar tvær auðlindir að náttúran sem er að vaxa í virði vegna þess að það er bara sífellt minna til af náttúru ósnortinni á heimsvísu en síðan eru það þessar verðmætu orkuauðlindir og ég held eftir að hafa verið að vinna í þessu málaflokki lengi að það sé hægt að finna miklu fleiri sameiginlega fleti og ég held að Íslendingar hafi áhuga á því að framtíðin sé blómleg en við þurfum að vera dálítið klók í því að passa upp á að við séum ekki að ganga of langt í einhverjar áttir er þetta jafnvægi sem skiptir máli. Það er talað þessi svo kallar rammaáætlun margir tala hana eins og hún sé bara búin að vera sko, til óþurftar eða ljón í veginum fyrir framförum og það sé hægt að stoppa allt mögulegt þú með alla þína reynslu og sín á þessa hluti, hvernig sér þú það? Er það ekki rétt að það er ákveðin verkefni sem að hafa strandað eða stíplast vegna þessara sko, búrókrasíu sem að orðin er það ekki réttmætt svona gagnrýni á þetta kerfi? Held varðandi rammaáætlun, nú erum við komin til hápólitískar umræð rammaáætlun eru þetta samþykkt að Alþingi þannig að það sem hefur tafið rammaáætlun er fyrst og fremst að Alþingi hefur ekki afgreitt hana með nógu reglubundum hætti og það er dæmi auðvitað þætti sem að þarf að laga það þarf að vera traust á þeim kerfum sem við höfum og það að rammaáætlun gangi vel er hluti af því og ég held að þessu tækifæri víða ef maður er að horfa á samankvort maður er að horfa á stjórnsýslu eða samvinnu við sveitafélag og annað það eru tækifæri til að gera hluti betur eða með öðrum hætti nýta okkur tæknina þetta eru þungferli líka því þetta eru alls konar umsagnir og annað en ég held líka að ástæðan fyrir því að þessi hlutir hafa oft tekið tíma er að þetta hafa verið eldfim mál og við þurfum líka átt okkur á því að stundum tekur ákveðin tíma að ná lendingu en þegar innviða uppbygging hefur átt sér stað þá lifa líka þeir innviðir lengi. En fyrir bara eins og landvernd sögumir tala það bara eins og einhver hryðjuverkasamtök sem að séu búin að ná að stoppa allt og hafi ótrúlega mikil völd í raun og veru með að þetta séu einhver frjálsfélagasamtök sem eru enda kostuð af ríkinu. En sér þú það þannig? Eru landvernd búin að vera óvinnu harskeitt og ná að stoppa meira heldur en góðu hófi gegnir? Öll ólík félagasamtök. Það er landvernd, það er Samorka, það eru ólík félagasamtök út á landi. Það eru allir með ólíkt hlutverk í þessu. Það eru auðvitað fyrst og fremst lagaraminn sem að gildir þessi mál. Og ég held að við þurfum kannski að horfa dálítið þanga þegar það verið að móta leikreglunar í löggjöfuna sjálfa og þar eru tækifæri til að gera slípa vankanta og ná fram betri ferlum og sáttum líka í gegnum löggjöfuna sjálfa. En til að svona orða spurninguna betur, mættu við hafa sko
virkað meir heldur en við höfum gert nú, sko, þegar við sitjum hér 2024, erum við búin að dragast aftur úr og virkja minna heldur en við hefum getað gert út af pólitík? Auðvitað hefur tekið langan tíma fyrir þingið að afgreiða rammaáætlun, það er alveg ljóst, en það er líka að hugsa eftir við innleiddum orkulöggjöf Evrópusambandsins, þá er þetta aðeins flóknara en það var, að því leiti að það eru fyrirtækin sjálf sem að ákveða hvort að þau telji vera hagkvæmt að fara í ólíka virkjunarkosti. En það er ekki lengur þannig að eins og þetta var, að það var ákveðið að fara hratt í ykkur kost til að byggja álver. Fyrirtækin sjálf, er það þá Landsvirkjun? Já, ólík orkufyrirtæki í sjálfu sér. Þannig að myndin er aðeins flóknari, en nú ert að tala við orkumálastjóra sem er í leyfi. En við varum að spyrja það varandi rafmyntar verin sem eru umdeild. Það er talað að þau séu að taka allt og miklu orku, þetta séu bölvuð vitleysa og svona, en aðrir segja að þau séu víkjandi kaupendur sem eru að kaupa orku þegar að hún er í boði og þannig sé kerfið að nýtast betur. Þannig að þetta eru tvær ólíkar sýnir á þetta. Segðu okkur, hvernig er þetta í raun og veru? Er ekki jákvætt að rafmyntaverin séu kaupendur af íslenskri raforku? Í raun og veru eru það sem þú ert að tala þetta eru gagnaver sem er í ólíkum viðskiptum og þú ert að vísa þetta í gagnaver sem eru í raun og veru í námugrefti. Gagnaverin koma inn í íslenskt raforkukerfi 2015, cirka faraðu að stækka, þegar það var mikil óvissa, þegar það verið að slá að borðinu álverið Helguvík og United Silicon og þessi verkefni, þá koma þessi fyrirtæki inn að hluti af stefnu stjórnvalda á þeim tíma. Það í raun og veru svo kerfið í dag að þá það ekki ríkisins að ákveða í hvernig viðskiptum þessi gagnaver eru. En þau eru leikandi eru orkukaupandi eins og aðrir orkukaupendur og voru hluti af þeirri sín ríkisins á þeim tíma að auka fjölbreytni. Það er alveg rétt að þau eru mörg hver á þannig samningum að þau eru að nýta kannski orku sem er ótrygg í sjálfu sér. Og kaupa hann samt á fullu verði? Það eru samningsatrið á milli ólíkra fyrirtækja. En gagnaiðnaður, ég held að sko, það má kannski horfa á þannig að auðvitað gagnaiðnaður þegar við erum að horfa á eyju eins og Ísland sem að þarf að hafa góðar gagnatengingar, að þá er gagnaiðnaður auðvitað eitthvað sem skiptir máli fyrir framtíðina. En það er ekki embættismanna eða lagarammin horfir ekki á það í dag í hvað orkan fer nákvæmlega. Og það er eitthvað sem á eftir að verða miklu meira áberandi pólitísk spurning því að stjórnvöld að setja mjög háleit markmið í atvinnuuppbyggingu víða land þegar kemur á loftslagsmálum en stjórntæki stjórnvalda til að skapa hvata til þess að orkan rati í einhver ákveðin verkefni eru gjörbreytt eftir að við innleiddum orkupakka Evrópusambandsins. Þannig að það verða miklu, og þetta eru pólitíska spurningar sko hvata í eina áttina heldur en hina, en það mun verða miklu stærri spurningar, alveg eins og ef ég tek sem dæmi, að því að vindorkan er dæmi þátt sem hefur verið mikið umræðan á Íslandi, að í Noregi var vindorkuvegferðin í raun og veru 70% af þeirri orku fór í stækkun núverandi iðnaðar af því að það eru góður kaupendur af orkunni og þannig það sem ég segir að það verður miklu meiri spurningum er orkan að nýtast í framtíða sem stjórnvalda og það eru krefjandi spurningar fyrir pólitíkina af því að ef að þá að beina henni í ákveðin verkefni eða ákveðna þróun á landsbyggð og annað, að þá þarf að skapa hvata í löggjöf til þess að ná því fram. En svona til að skýra það, er það jákvætt eða neikvætt að íslenska raforka sé seld til gagnavera sem að náma Bitcoin? Ég held að sé jákvætt að við séum að fá fjölbreyttari kaupendur.
en það er auðvitað alltaf spurningum hver framtíðasín ná að vera í samhengi við notkun og hver sóun í ólíkum geirum. Okay. Þannig að ég ætla að leyfa þessari spurningu að liggja þar, en gagna iðnaður sem slíkur upp á gagna tengingar, bara eins og við erum að nýta gagnamagn hérna að senda út þennan þátt. Já. Það er auðvitað iðnaður sem að kemur til með að skipta máli, en það er vel skiljanlegt að fólk hafi skoðun á notkun auðlinda og þær skoðanir eiga bara eftir að vera sterkari af því að það er sífellt meiri ásókn í auðlindirnar okkar og eðlilega eru þetta krefjandi spurningar sem að þarf að velta fyrir sér heilt yfir, en er líka vettvangur pólitíkurinnar. Svo ég dragi það línur í sandi. Já, þú ert mjög góð í svona, þetta er mjög diplomatísk svör hjá þér og en áður en við kveðum orkumálina var ég að spyrja það að lokum varandi einmitt sko orkupakka Evrópusambandsins, þessa ólíku orkupakka sem við erum að innlega hvern og eftir öðrum sem hafa verið mjög umdeildir. Menna, jákvætt eða neikvætt fyrir Ísland að gangast undir þessa orkupakka? Þetta er fjölbreyttir orkupakkar og margt í þeim, til dæmis ef við horfum á nýtnihlið og nýsköpun sem hefur verið áhugavert og jákvætt og að nýtast í löggjöf, varðandi byggingar, reglugerðir og annað og svo framvegis. Og ýmist tækifæri sem að geta skapast í þekkingu og þróun og svo framvegis. En ég held að sé mjög mikilvægt að við nýtum það svigrúm sem að innleiðing Evrópulöggjör hefur alltaf til þess að horfa á hverjir eru hagsmunir Íslands samfélag. Og sumuleyti hafi þetta verið þetta er auðvitað stór laga rammi fyrir land sem er tiltölulega lítið og var komið langt í sinni orkuskipta vegferð. Þannig að það þarf alltaf að horfa fast á það hvort við erum að innleiða löggjöfina í takt við íslenska hagsmuni. Og myndið þú sem forseti Íslands svona að reyna að hafa augun á þessu og til dæmis það talaði fyrirbæri sem kallast gullhúðun, sko, ef það kemur regluverk frá Evrópusambandinu og íslenski þingmenn ganga bara enn lengra einhvern veginn kannski gegn íslenskum hagsmunum að skerða þú veist okkar hagsmuni beinlinis. Myndir þú geta hugsað þér að beita þér sem forseti Íslands ef að þú sæir Alþingi vera einhvern veginn á rangri leið, hvað þetta varar? Auðvitað er þingræði á Íslandi og við erum með stjórnmál sem að eiga að sinna þessum þáttum og ráðuneyti og sérfræðinga sem eiga að vera að horfa á það að við séum að nýta það svigrúm og séum að meta hlutina í takt við íslenska hagsmuni. Þannig að embætti forseta Íslands á ekki að vera að grípa inn í tíma og ótíma. Þessar valdheimildir sem eru til staðar eða eru í afar sérstakar aðstæður. Það sem að er þörf á því að nýta þær og vonandi ganga málinn það vel heilt yfir að forseti Íslands þarf ekki að vera að beita slíkum valdheimildum. En það sem að hins vegar skiptir máli í samhengi við embætti er að forseti Íslands hefur auðvitað rödd til að vekja til umhugsunar og fá okkur til að hugsa auðlindamál heilt yfir, að fá okkur kannski til að færa þennan málaflokk okkur nær, að okkur þyki vænna þessa sögu sem að hefur leitt okkur á þann stað sem við erum í dag og hugsa dýpra það hvernig við viljum að samfélagið okkar líti út eftir nokkra áratugi eða áratugi fram í tíman. Og mér finnst oft ágætt í því samhengi að því að ég á 2 stelpur, önnur sem er að vera 12 og hinn sem er að vera 5, að mig langar til að þær eigi landið okkar alveg eins og ég hef átt og það verði þannig að auðlindirnir okkar, samkvæmt að það eru náttúruauðlindir eða aðrar auðlindir, sé að skapa verðmæti og tækifæri og það skipta ekki máli hvort þú ert stelpa ára Árbænum sem áttir venjulega æsku eða eitthvað annað. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur, fyrir okkur til framtíðar. Já, ég held að okkur veit ekki að því að einhver
tali okkur í brjóst svona, einspyri okkur varandi þessa miklu sögu sem að, og einmitt að við tökum þess ekki öllu sem sjálfgefnu, þessu sem að við höfum byggt upp. En þá einmitt sko, ég velti fyrir mér, varandi orkupakkan og svona, við varum með sæstreng, það er mikið talað sæstreng frá Íslandi til Evrópu. Að er það ekki rétt sem að þeir sem hafa mestar áhyggjur af þessu er að sko, ef það verið sæstrengur og við erum í þessu regluverki Evrópusambandsins, að þá fer það að vera þannig að orkan hún er ekkit okkar enga eign og við þurfum að gangast undir alls konar samkeppnisákvæði og jafnræði fyrir alla Evrópu að þá er þess að við erum búin að missa svolítið þetta fjörregg frá okkur og þetta er ekki bara okkar til þess að sýsla með og veita íslenskum almenningi umfram aðra sérstaklega góða þjónustu. Þessar áhyggjur, þú hefur heyrt þetta, er ekki svolítið til í þessu? Skiptir miklu máli þarna aftur, þú getur verið að tryggja hagsmuna almennings í gegnum löggjöf og það er lykilmál sem að stjórnmálin þurfa að setja fókus á, sérstaklega núna þegar við erum að horfa á svona mikla aukna eftirspurn. Núna er tíminn til að vera að klára þessi mál. Það er miklu erfiðara þegar að koma enn fleiri hagsmunir inn og við erum auðvitað að sjá, ef við byrja bara á hvernig orkuumhverfið er að breytast hérna heima, að það eru svo margir nýjir leikendur að koma inn, birtist kannski fyrst og fremst í vindorkunni, þar sem að eru alls konar aðilar að koma inn sem að koma inn með þekking og annað, en það verður líka bara flóknara að móta löggjöf. Þannig að það skiptir máli að klára þessa grundvallaratriði sem snúa hagsmunum heimila og almennings núna. Varðandi sæstreng að þá það eru auðvitað ólík ríki sem eru með slíka strengi. Nordnet strengurinn á milli Noregs og Hollands, gott dæmi slíka. Það er alveg rétt að það þarf að hugsa marga þætti í tengslu við svoleiðis stórar fjárfestingar og það þarf að hugsa ólíka hagsmuni og hver niðurstaðan er, ekki bara núna eftir 10 ár, hver niðurstaðan er langt fram í tíma. Og það sem þarf að hugsa eru þættir eins og eignarhald á strengnum og hvernig er hann fjármagnaður. Það þarf að hugsa ef það á að byggja slíkan streng, hvað þarf mikla orku til hann reki sig og hvað þýðir það og hvernig hún að verða til og hvað þýðir það nákvæmlega og svo framvegis. Þannig að það eru ólíkar sviðsmyndir. Hver á Nordnet? Er það norska ríkið? Það eru Landsnet Noregs og ég minnir að það sé til helminga. Það er ekki einhverju einkaaðilar og útrásavíkingar í Noregi? Nei, ekki Nordnet-strengin nema það hafi eitthvað breyst algjörlega nýlega, en hann var byggður upp í raun og veru af landsnetum Noregs og Hollands í þessu tilfelli. En þannig að eins og með allt, að það þarf alltaf í upphafi skal endinn skoða og vanalega er það nú þannig og ég er nú bjartsýn fyrir framtíðinni sko heilt yfir að ef við erum bara erum með vökul augu og erum að vanda okkur í ákvarðantöku og hugsa hvað þýðir þetta fram í tíman og ég er ekki bara að tala um orkumálin, heldur heilt yfir, að þá mun okkur farnast vel og það er kannski lykilstefið aftur í þessari þáttöku og samvinnu, er að kveikja neistan og kveikja áhuga á að vera með í að hugsa þessa þætti. Við gerum það, við erum langbest í að gera það saman og við erum langbest líka þegar við erum að vinna saman. Ég veit sko, eitt sem sagði við mig varandi forstaframboð þitt að hann hafði nú bara áhyggjur af því að þú er eiginlega overqualified til þess að vera forseti á Bessastöðum og ættir að vera miklu frekar orkumálastjóri til þess að gæta hagsmuni okkar þar og það væri betra fyrir þjóðina að hafa hæfileika þína þar. En þegar þú heyrir þetta, hvernig bregstu við því? Hvernig myndir þú svara þessu? Já, akkurat. Auðvitað horfi ég á það þannig að ég er búin að vera að vinna ákveðnum verkefnum í starfi orkumálastjóra sem að tengjast almannahagsmunum. Orkumálastjóri hefur ekki
tækifæri til að breyta lögum, en ég hef kannski talað öðruvísi málaflokkin heldur en kannski forriðina mínir í starfi. Og ég mun nýta rödd mína á sama hátt í víðara samhengi og nýta hana líka í samhengi við menningu, menntun og önnur svið samfélagsins til þess að magna upp okkar tækifæri, ekki bara á Íslandi heldur líka að heiman. Þannig að ég horfi kannski á að fólk finnst með því að ég hafi staðið mig vel í starfi orkumálastjóra, að þá vona ég að það sé gott veganesti inn í að geta þjóna þjóðinni í öðru hlutverki. Fólk hefur þá séð hvernig ég horfi á hvaða gildi ég stend fyrir í því starfi. Síðan hafa verið alls konar umræður, það eru auðvitað frumvarp fyrir þinginu að sameina stofnanir, að leggja niður starf orkumálastjóra og ég fengi þá spurningu, er það ástæðan fyrir þú sækist eftir þessu embætti? Og svar mitt þar er það að sko sækjast eftir því að takast á við það þýðingamikið hlutverk fyrir þjóðina eins og að sinna hlutverki forseta Íslands eru auðvitað allt önnur ákvörðun heldur en einhverjar hrókeringar stjórnmálamanna í lagabreitingum. Þannig að ég er að bjóða fram krafta mína að því að mér langar einlæglega til að takast á við nútíð og framtíð Íslands í samvinnu við fólk allt land og ég held að við eigum svo mikið inni og ef að við látum okkur málin varða að þá verði framtíðin sannarlega okkar. Okay. Það er eiginlega svona næstu búin að svara spurningur sem ég ætlaði að spura þig næst en það er bara að snýra frambóðinu beilinís, hvernig þetta kemur til og af hverju þú ákveður að taka þetta stökk, að gefa kost á þetta embætti. Hvernig leit okkur aðeins í gegnum þann feril, hvernig hugmyndin kemur fyrst og af hverju þú ákveður að gera þetta? Já. Ég held almennt eins og ef við spólum tilbaka í upphaf þáttarins, auðvitað bara ríkur áhugi á því að vinna samfélagsmálum, bara heilt yfir. Það er þar sem að mitt hjarta hefur slegið, sama hvort við erum að tala menntamál eða jafnréttismál eða auðlindamál. Það er að vinna í samfélagsmálum. Og ég hef alltaf haft djúpa virðingu fyrir þeim sem er að vinna taka þátt í kosningum. Svo við förum nú aftur í sveitina að afi var hreppstjóri fyrir austan. Og það voru mikið af fólki sem kom að kjósa utan kjörstaðar og það var sko heitar umræður í eldhúsinu og svo fór fólk afsíðis og kaus og ég man svo bara vel eftir þessari hugsun sem að hann deildi alltaf með mér og sagði, heyrðu, fólk hefur val það að það getur rætt pólitík en svo getur það valið einhverja ákveðna sýn eða einhverja ákveðna einstaklinga sem að það vill sjá í ólíkum hlutverkum. Þannig að það að taka þátt í lýðræðinu er eitthvað sem að ég kannski alltaf sé fyrir mér að gera á einn eða annan hátt. Áskorunir að taka þetta skref byrja í raun og veru þó hafi verið í gegnum tíðina að fullum krafti svona kannski frá með haustmánu og síðan við erum að takast á við áskorunir hitaveitu á Reykjanesi, búið að vera gríðarlega mikil vinna sem að tengist orkumálunum og öðrum málum. Þannig ég kannski leiði hugan þó að þessar áskorunir sé að koma í bylgjum að ég leiði hugan kannski ekki almennilega að þessu fyrir að gangnamannafélagið mitt fyrir austan. Ég fer sérst alltaf á afrétt að smala. Og þeir skora á mig í samlestnum auglýsingum á Rás 1 og Rás 2. Nú, hvernig var þetta? Í útvarpinu, fyrir páskahátíðina, ætla sé ekki 3-4 vikur síðan, eitthvað svoleiðis, fljótarlega tíminn. En allan þeir skora á mig og það svona verður til þess að þessi ígrundun kannski fer á eitthvað allt annað stig og ég hugsa, núna er tíminn líka, ef þú hugsar það, maður er á hverjum einasta degi með innblástur frá börnunum sínum og með sterkt hjarta fyrir því að framtíðin sé mótuð á þann veg
hún nýtist þeim og kynslóðun sem koma á eftir. Þannig að ef það ekki núna þegar maður með þennan beina hvata, svona beint fyrir fram að sig. Og kemur þessi hugmynd þá fyrst frá einhverjum öðrum? Það er einhverju sem að segja við þig, Halla, hvernig verður að þú myndir gefa kostáðu til forseta? Er það þannig sem að þetta kemur fyrst í þín? Í raun og veru hef ég alltaf séð fyrir að ég vilji vera að vinna fyrir samfélagið. Það hefur verið rauði þráðurinn, sama hvort ég að vinna fyrir artekinisti við Harvard eða í mínum public service, opinber þjónusta hefur verið rauði þráðurinn í mínum ferli heilt yfir. Og eins og ég segi, ég hef alltaf séð fyrir mér, ég hef alltaf verið aðdáandi lýðræðisins og séð fyrir mér að vonandi geti ég lagt í lið með einhverjum hætti. En áskorunar, stundum það þannig og yfirleitt þegar maður á kafi í ólíkum verkefnum að þá kannski koma hugmyndir og fræ einhvern veginn utan að frá og vekja þau til umhugsunar. En ég verða að segja mig þótti svo sérstaklega vænt þessa áskorun gangamannafélagsins því að þegar þú ert að smala með hópi fólk, þú ferð á afrétt í nokkra dag á hestum og þú ert í alls konar veðrum, það er þoka og það er snjór og sól og það gengur á ýmsu að þá líka kynnistu fólki á annan hátt og kynnist kannski svona karakter og með öðrum hætti heldur en kannski reynir á í skrifstofuvinnu, ef svo má segja. Þannig að mér þótti sérstaklega vænt að þeir eða þau eftir að hafa þekkt mig úr þeim aðstæðum skildu hafa trú á mér. Og þú ákveður að taka stökkið á endanum og hingað ertu komin. Eins og ég segi, það er greinlegt að þó sért ekki þekkt. Þú veist meina að þú ert að keppa við nöfn eins og Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnarr sem eru heimsþekkt á Íslandi, eða svo má segja, að þá ertu að vekja athygli og ertu rísandi í fylgi. Þannig að væntanlega mun það bara fara hærra á næstu vikum. Hvernig metur þú svona möguleikana þína? Hvernig sérðu fyrir, þú ert að fara út á land, þú ert að fara að kynna þig betur, væntanlega sérðu fram á að þú hafi bara jafn góðan möguleika eins og hver annar, eða hvernig sérðu þú þetta? Auðvitað maður raunsar í því að vita þessa staðreyndir eins og það að ég er ekki landsþrættur, skemmtikraftur eða fyrirverandi forsætisráðherra. En ég kem inn kannski með sterka sýn og gildi og Ísland er ekki það stórt land að ég hef þá trú að ef ég nái samtali það hvernig við viljum hafa þessa hluti að þá geti það samtal leitt til samhljóms á styttri tíma eða þeim tíma sem að þar til sjáu einstaklingar sem að ég hitti að þessi leið sé sú leið sem fólk vil fara af því að aftur það er fólkið í landinu sem að velur í þetta embætti. Þannig að ég er bjartsýna eðlisfari og bara fer inn í þetta ferðalag sem framöndan er með góða trú og ég sé það bara, við erum með 100 sjálfboðaliða sem er að taka þátt og við erum að vinna þessa kosningabaráttu. Þú nefndir Kristján mannin minn og vini og vandamenn sem eru að koma saman og hafa verið að gera saman hvort að það er myndbandi sem við gáum út eða annað. En það er líka ákveðin fegur í því og það er í takt við boðskapin að þáttakan og samvinnan getur líka hjálpað okkur að hafa áhrif. Já, maður sér að þú ert með öflugan hóp í kringu þig og fólk sem að styður þig af einlægni sem að vill að Halla Hrund verði forseti Íslands og þannig að það er auðvitað rosalega kraftur í því. Þú hlýtur að finna það, þú ert með her með þér, þannig séð, lítinn her. Já, þetta er fólk sem er að vinna fyrir ákveðin gildi og fyrir ákveðina framtíðasýn og við erum öll í þessu saman til að kynna hvert við viljum fara sem samfélag og þau gildi sem ég er að horfa á sem að ég held að hafi móta söguna hinga til og sé lykillinn fram á við eru þessi gildi
þáttöku og samvinnu. En það byrtast okkur líka í björgunarsveitunum þegar á reynir og ég held þess vegna að fá sem flesta til að vera með og hvet alla til að vera með því að svona ferðalag er alveg í takt við þau gildi sem að við tölum fyrir inn í framtíðina eitthvað sem að skiptir máli núna þegar við erum að haldast í hendur að kynna framboðið og fá til liðs við okkar góðar hugmyndir því að það er ekki tómarúmi sem að þær verða til með því að tala við hvort annað og finna samhljóma. Það er einhverjir sem segja að framboð Katrínar Jakobsdóttur sé einhver leiti ósangjant eða þetta sé ójafn leikur. Þú veist, ertu að keppast þá við fráfarandi forsætisráðherra úr núverandi ríkisstjórn sem er auðvitað ofboðslega vel kynnt og svona og Jón Gnarr talaði um að þetta væri eins og að vera að spila fótbolta í annarri deild, þá kemur allt í einhver úr meistaradeildinni hvað finnst þér um það? Bara að fráfarandi forsætisráðherra í núverandi ríkisstjórn sé í framboði til forseta Íslands? Auðvitað alls konar umræður og spurningar sem hafa komið fram þetta en mér finnst svona ef ég horfi heilt yfir bara þá aðila sem er í framboði að þá verði ég að segja að ég fyllist bjartsýni bara yfir þeim mannauði sem að við eigum og ég hef búið tvisar í Bandaríkjunum það sem að lýðræðið er í ákveðni krísu ef svo má segja þannig að það er ákveðin fegur í þessu mín sýn á forsetaembætti er að þetta er ekki flokkspólitískt embætti mér finnst vera mjög mikilvægt að við séum að horfa á ákveðin samhljóm og ég held við þurfum á því að halda núna þegar við erum líka að sjá meiri polariseringu á Íslandi ákveðin kannski meiri gjáum við þurfum á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar og milli ólíkra samfélagshópa og svo framvegis. Ég held við þurfum að halda dálítið í það að við erum öll í sama liði og draga okkur saman og ég held að skipti máli þar að vera yfir dæguþrasafinn, vera ekki tengdur ólíkum hagsmunum, heldur vera að vinna fyrir okkar sameiginlegu sýn og þar mun líka skipta máli að geta staði keikur, þetta er ekki vinsældakeppni, embætti sjálft, það getur reynt á alls konar þætti og ég held líka að mín vinna úr starfi orkumálastjóra það sem eru ýmsir vindar sem blása geti nýst að það er oft reynt á það að vera að vinna fyrir hagsmuni almennings í ólíkum aðstæðum og ég held líka að í sjálfu sér að því að það eru svo margir að leggja mikið á sig allt land. Ég var að tala stálsmiðuna, maður getur talað ferðaþjónustu á Hvolsvelli eða nýsköpunarverkefni hér í Reykjavík. Það eru svo margir að reyna að láta góð verkefni og annað vera til. Og ég hef ákveðin skilning á því að hlutinni gerast ekki að sjálfu sér eftir að hafa verið að vinna í ólíkum verkefnum og ég held að sá skilningur sé líka verðmætur þegar kemur að því að magna upp tækifærin að þekkja hvernig hlutirnir verða til í praktík og hversu mikilvægt það er að geta skapað tengingar og tækifæri. Það getur verið ómyndalegt. Nákvæmlega. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt, upplýsandi og gaman að kynnast þér og fyrir hlustendur mína og áskrifundur að sjá hvað er í boði. Ég er að reyna að tala við alla frambjóðunar og svona fá skýrari sína á þetta. Þú er augljóslega allt sem að góðu forseti þarf að hafa, en þetta er bara spurningum að kynna sig nægilega vel og vekja athygli. Þannig að ég bara segja gangið er vel í þessari baráttu. Það verður, eins og segir, þetta er bara lýðræðið er veisla og við njótum þess að geta valið. Alveg svo leikritsins sem þú talar um. Já, það er svo góða leikrits sem að ég býð eftir að komast einhvern mann aftur á sambarlegt. En gangið er rosalega vel. Halla Hrund Lóadóttir og ég þakka þér kærlega fyrir komuna í spjallið. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir. Takk.